Herra, þú mætti hérna Stjörnunni, tapið 3-2, hvernig líður? Líður ekki vel, þegar þú tapar leikinn og þá líður þú aldrei vel, en svona án þess til að sjá leikinn aftur og lýsa hana kannski ekki alveg frá byrjun upp í enda, þá tel ég svona við sjálfum okkur verstir í dag. Öll marki hjá Stjörnunni kemur út að við erum í rauninni bara að gefa þeim svona tapa boltanu illa og vondum stöðum og þeir eru lið sem eru góðir að refsa með gæði fyrir því og það er svona bara svekkjandi og svekkjandi líka svona út að mér fannst svona í stöðunni 1-1 áður þeirra annar marki kemur þá við svona með leikur í okkar hendum og svona dauðafæri hjá Tryggva minni mér og alveg að líka þar þannig að það er svona mjög svekkjandi að fá þennan marka okkur sem í rauninni breyti aftur þetta í þeirra hag og aftur mingum í 3-2 og svo þegar aftur moment með okkur þá fáum svona rauða spjaldi en gáðumst aldrei upp og fengum svona eitt lítið færi í bláa loki með Albin Skoglund til að kannski fá eitthvað út úr leiknum. Aðeins í fyrra áleikin, þið byrjuðu ekkert rosalega vel, þurftu mark til að vakna, voru mjög góðir eftir að Stjarnan kom stig? Já, svona, ég er búinn að ræða þetta mikið í vikunni að Stjarnan er besta liðið í deildinni þegar að byrja leiki og sérstaklega á Samsung völlunum og við einhvern veginn svona náum ekki svar fyrir þeirra byrjum sko og ekkert að við vildum ekkert, við vorum bara vel klárir bæði í uppbytun og í kleifunum sko en bara náðum ekkert að svara þeim bæði í pressunu þeirra og líka þegar við fengum boltan, þeir setju þeir voru með boltan, þá voru þeir líka svona að finna góðar opnarnir á milli okkur þannig að þetta var bara mjög erfiður kafli fyrir okkur og þeir koma verðskuldar yfir en eftir það þá mér finnst svona leikur snúast í okkar hag, góð kontról, jafn og marki og vorum þá bara alveg með leikin í okkar hendum sko og sama í seinni hálfleik, þeir byrja betur og þá komum við aftur og tókum leikin yfir færi eins og ég sagði og þeir refsa okkur fyrir mistök sem við gerðum og komast til 3-1 svona vond staða en við gáðumst ekki upp og ég tekur þetta svona mest jákvæð úr leiknum. Ég held að missa tækifærin að fara á toppinn og svo það hefur verið tímabundi. Alveg klárlega, Valur ekki búinn að vera á toppnum ég held í einhver 4-5 ár, þannig þetta var svona tækifæri en aftur á móti þú er ekkert að horfa á töfluna, þú á toppnum eða ekki, þegar eru 11 leiki búnar, góð tækifæri í dag út af mér finnst svona eins og þeir sko leikur svona kaflaskipt og við svona notum okkar moment ekki nóg vel og gáum þeim svona smá forskot í markinu. Og rauðaspjaldi, hvernig sástu það? Ég er ekki búinn að sjá atvikinn aftur en svona okkur fannst frá bekknum að þegar Orvar tekur hlaup, hann í rauninni bara svona fer í lappina hjá Bjarna og henda sér niður. Þetta er búinn að gera reyndar oft í leiknum sko og biðja vídeo annars en ég þarf að sjá þetta betur. Þetta hafi haft áhrif á dómarann, hvernig þeir voru að láta? Veit ekki alveg sko skilur, mér finnst svona horkuleikur, mér persónulega er aldrei svona að ræða eða meta svona framistöðu dómarans hvorki í dag eða eitthvað annars sko, þeir reyna sitt besta en þeir voru samt aðeins svona fyrir minn smekk að henda sér mikið allan leikin og vonandi menn bara að stoppa því í næsta leik sko. Aron Jó var ekki með í kvöld, er langt í hann? Já, það gæti vel verið, hann lenda í svona mjög vonda tæklingu á móti Fram í byrjun seinni hálfleik en samt klára leikinn og við svona tældum að það er ekkert mikið þar en myndataka segir að hann þarf að taka einhverja vikur í rehab og recovery en ég vona innilega að þetta verður ekkert long pása en veit ekki alveg hvað verður lengi sko. Fransson Pedersen, hann styttist í meti hjá honum, spenntur að sjá það að gerast. Alveg klárlega og ég er búinn að koma oft inn á bara Patrik þetta er mín heiður að þjálfa Patrik sem leikmann og sem person og sem karakter og allt sem hann gerir er bara 100% og það uppskera maður yfirleitt eins og hann er búinn að gera, bara mikið valsmenn og bara glaður að sjá, hann uppskera fyrir alla vinnu sem hann er búinn að gera fyrir Val. 200 leikir, vel við hæfið hann skorið 2 í kvöld? Bara svakalegt og eins og segir sko bara hand down fyrir þennan mann, að vera að halda áfram, það er nú eftir. Takk hérlega.